Vernharður 14 ára gamall og á íslenska móður og norskan föður. Hann býr hér á Íslandi en keppir mest í Noregi, enda engar kartkeppnir hér til að keppa í. Við vorum nýflutt til Noregs 2019. Við vorum eitthvað að spá í að byrja með motocross, en svo sáum við mynd á Netflix go-kart og við vorum bara eitthvað, já þetta er miklu öruggra, skilur við. Og þá ákveðum við að byrja með go-kart í staðinn. Svo í apríl, held ég, 2019, þá byrjaði ég í go-kart. Kartkeppnir hafa áratugum saman verið útungunarstöðvar fyrir stóru akstursíþróttirnar og þarna hafa flestir Formúlu 1 ökumenn byrjað og þróað hæfileika sína. Vernharður vill þó ekki alveg hugsa svo langt í bili. En mig langar að komast upp í annaðhvort LMP3 eða LMP1. Og þá er það GT4, GT3 og það eru svona bílar sem þú getur keyrt á götunni hérna, skilurðu, en þeir eru bara tjúnaðir alveg ógeðslega mikið. Og svo langar mig eftir GT3 eða GT4, fara upp í LMP3. Það byrjar í LMP í ýmsa seríunni og svo langar mér að komast upp í LMP1 sem er þá hraðasti í þessu seríu. Ekki keppt í kart á Íslandi og því eru fá tækifæri fyrir Vernharð að æfa sig hér. Hann með aksturshermi heima hjá sér sem hann notar mikið og svo æfir hann sig í GT Akademíunni í Faxafeni. Þegar ég var hérna áður en ég fekk herminn, þá var ég 2 sinnum í viku í 2 klukkutíma, held ég. Og svo var það, núna þegar ég er heima, keyri ég á milli 2 og stundum upp í 4, eins og í gær keyrði ég 5, held ég. Þar sem Vernharður aðeins 14 ára talsvert langt í bílprófið hjá honum, en reiknar hann með að reynslan úr kartheiminum nýtist þegar kemur að ökutímum. Það mun hjálpa með að, skilurðu, ekki gera villur eins og keyra á kant eða eitthvað, en það sem mun gerast er að þú munt keyra óvart og hratt, held ég.